vindum okkur í Jósefsdal, tökum stuttspjall við framkvæmdastjóra Ísak.is. Við erum konum með uppkast að sjónvarpssamningi við dreifingarfyrirtæki í Bandaríkjunum. Eitt öflugasta sinna tegundar þar. Hvað er það? Því miður, eins og málin hafa verið að þróast í samkynhneigð á Íslandi, þá látum við það ekki frá okkur að sinni. En það verður bara kunngjört í haust. Bara hafið þið það? Þessum að geta að Jeppaklúbbur Reykjavíkur stóð fyrir þessari keppni í Jósefsdalnum. Þannig fáum við Einar Guðlason, hann tekur þetta. Hann er alveg rosalega ákveðinn en ekki nógu ákveðinn. Hann fór ekki þessa fyrstu braut. Ragnar Skúlason á Galdragull lendir í einhverjum vandræðum hérna. Þetta verðist ekki ganga upp hjá honum. Kemur Sigurður á músinni. Hann er alveg rosalega kröftugur bílstjóri eins og þið sjáið. Hann ætlar upp. Hann er ekkert að tvínóna við hlutina. Hann gerir þetta alveg glimrandi flott og hann fær hérna 290 stig fyrir fyrstu braut. Glæsilegt þar. Þannig fáum við Gunnar Egils. Hann lítur nú ekkert út fyrir að vera að gefa neitt eftir sjálfur. Þetta er alveg rosalega flott hjá honum. Hann tekur hérna 280 stig. Og eftir fyrstu braut í fyrsta sæti Sigurður Jónsson, öðru sæti Gunnar Egilsson, þriðja sæti Helgi Sjutt, fjórða sæti Einar Gunnlaugsson og í fimmta sæti Sturla Jónsson. Þarna er Gunnar Pálmi kominn. Hann byrjar. Og hann bara prjónar, fer bara yfir sig og veltur. Og vonandi að hann hafi sloppið vel út úr þessu. Svo virðist vera. Sjáum þetta aftur. Þetta er nú ekkert smá höggmaður. Nú vonandi að hann sé aukafæri til þetta. Svo virðist líka sem að fánátinn hafi sloppið að segja vel við þetta. Nei, ég ætlaði ekkert að finna hann. Ég ætlaði að fara upp og áttaði mig bara seint á því. Það var orðið seint að baka. Var þetta ekki dálítið byltað? Jó, þetta var svolítið byltað. Eitthvað skemmt? Með dempari slitinn og bóið þarna veltið búrið að framann. Eða veltið búrið sem hlífið mótornum. Þannig að allt annað er í lagi. Jæja, og þarna byrjar Helgi Sjutt. Hann fer þetta glæsilega, rúlar þessu upp. Hann orgar alveg hjá honum bílinn. Þetta gerist ekki betra. Það er farin sjálfskeyting. Það er brotin stjörnugýr í henni eitthvað svoleiðis. Þannig að hún tekur ekkert á. Allir gýrar úti. Heldur hún hafi verið biluð frá upphæði eða? Já, hún slúðraði nú eitthvað í fyrstu brautinni en ég sennilega kláraði hann á það. Það er varaskipting sérna. Kláraði þetta fyrir næstu þraut? Já, já. Já, það er örugglega. Og hann er menn? Já, já. Segir strákar. Þarna kemur Sigurður Jónsson. Hann hefur nú verið alltaf dálítið svona ákveðinn. Eitthvað voruð að segja að vélina segði verið eitthvað verið að fara að slappast af það en það lítur allavega ekki út fyrir það. Gunnar Egils á cool trillitækinu sínu. Ég held að sé það þannig að þeir eru að tapa að vera í þessu sporti þegar ég held að þeir verða að vera alveg rosalega skapstórir en það held ég að þeir séu það allir. Þannig kemur Sturla á Batman. Hann er nú ekki búinn að vera í keppni í verulega langan tíma. Virðist engu hafa gleymt.
Einar Gunnlaugs. Hann gerir þetta flott. Já, þeir voru að tala um það að þessar brautir hefðu verið alveg rosalega erfiðar. Og í annarri braut eru efstu sætin óbreytt. Inn í þriðja sæti kemur Einar Gunnlaugsson í staðinn fyrir Helga Sjö. Gulli, já, komin aftur eftir einhver ára hlé, af hverju? Það er sennilega einhver að borga mig fyrir að keyra núna. Hver gerir það? Það er Jóhann, skilst mér, Halldórsson. Ísak.is. Nýr bíl frá grunni eða? Nei. Þetta er bara bílinn sem ég hætti að keppa á. Geymd hann bara eins og menn gefa vélsleðana sína. Hann hefur svolítið breyst eða ekki? Nei, ekkert. Hann ekkert þrútnað eða? Ekkert. Bara sami bílinn. Lagði honum bara. Sama vélinn? Allt saman. Lagði honum og bara geyma hann klikk og komið peningar. Þetta er atvinnumennska og það er fullt af mönnum sem eru búin að lifa á okkur keppendum í mörg ár. Það er tíminn til komin að það breytist. Það þarf að vera með það sem eftir er? Ef það er hægt að fá okkur auðrótur, þá er þetta allt í lagi að vinna við þetta eins og hvað annað. En ef það kemur ekki, þá legg ég þessu aftur. Hvernig líst þér á þessar brautir? Það er ekki hrikalega? Nei, ég er eiginlega bara... maður er eiginlega að vera ungur aftur. Kom eftir hennar tíma, þó sé ekki mörg ár en þetta er nokkur ár. Hvernig er moralið hjá þér? Nú er hann góður hérna í den. Þú gerir ýmsar kúnstir eftir brautir á að taka svoleiðis í dag. Ég veit, maður er nú búinn að þroskast og er gamall maður, segja þér, með það sem maður var, en það getur vel verið að koma eitthvað skvett eitt og annað. Við skulum aldrei útiloka það. Já, ég vel. Takk að þér. Þarna sjáum við Guðberg Guðbergsson vera að skoða brautina. Ég gef úr á rapparanum. Hann er sem síðan Við segjum það er rosalegur undirbúningur sem þeir þurfa að leggja í og þeir verða að stúdera brautirnar alveg rosalega mikið. Það kemur Helgi Sjö fyrstur í braut. Því næst fáum við Ragnar Skúlason og Galdragul. Galdragulur náðu nú aðeins að redda sér hann úr hemmingum. Ragnar náðu nú að kippa þessi í liðin við skiptinguna. Þannig að hann heldur áfram. Verðist nú eiga í einhverjum vandræðum þarna. Þetta er bara þarna á sér en hann kemur honum aftur í gang. Jæja, þá er það Sigurður Jónsson. Hún er búin að ganga alveg gríðarlega vel það sem er af keppninni. Hann þrjóskast þarna upp. Þarna kemur Gunni Múr. Hann er ekki alveg að hafa þetta eins og við sjáum þá náttúrulega snjór þarna og þannig að það er svona misjöfn aksturskilyrðin. Gunnar Egils. Já, hann bara veður þetta. Þarna fær hann fullt hús. Þá er það Batman. Það er nú alltaf gaman þegar keppendurnir koma aftur inn. Svona, því fleiri því betra. Eitthvað lendur hann í vandræðum þarna. Hann keyrir út úr braut. Já, þetta er náttúrulega kannski aðeins var nær auðga en hann veifar, honum finnst þetta ekki leiðilegt. Guðbergur Guðbergsson. Hann eitthvað missir sig og veltir. Og veifar. Það er náttúrulega fyrir öllu að þessi gæjar passi upp á allar öryggisreglurnar og þetta sé allt í lagi hjá sér. Einar Gunnlaugsson fær fullt hús. Þetta var bara eins og að drekka vatn. Gunnar Pálmi. Og eftir þriðju braut. Fyrsta sæti Sigurður Jónsson, öðru sæti Gunnar Egilsson, þriðja sæti Einar Gunnlaugsson, fjórða sæti Helgi Sjö og fimmta sæti Gunnar Pétursson. Við komum aftur eftir örstutt hlé. Og þá er að hefjast fjórða braut. Kíkja aðeins á brekkuna, sjá hvað koma skal. Og Sigurður Jónsson byrjar.
Svo sjáu þarna er þetta ekki svona bara brekkan upp á við, þarna er þetta orðið svona aðeins breytilegra. Hann fær 260 stig fyrir þetta. Þannig kemur Gunni í múr. Sjá hvernig þessi braut leggst í hann. Nei, hann skellur þarna niður. Nitrókúturinn hjá honum stingur bara af. Brotnuðu höldurnar fyrir kútinn, þannig að þar leiðandi fekk hann högg á bakið. Það getur allt gerst. Draga hann úr landi líka. Og svo á eftir honum á að koma Þetta fór nú allt saman vel, en reyndar hætti hann nú samt keppni. Gunnar Egils. Hann fær 250 stig fyrir þetta. Einar Gunnlaugsson. Það vantar ekki kraftinn. Hann fær 260 stig fyrir þessa braut líka. Gunnar Pálmi. Svo sjáu þetta kemur þetta dálítið svona erfitt að keyra þarna upp í halla og niður og síðan eiga þær að vaða upp. Þannig að þetta svona flækir leiðina dálítið. Þetta var flott. Gunnar Pálmi fekk 300 stig. Helgi Sjö, þannig er gaman að sjá hvernig hann fer þetta. Hann rak sig þarna aðeins. Það er 260 stig. Og eftir 4. braut er staðan óbreytt. Þá er það 5. braut. Sigurður Jónsson. Hann flýtur bara upp brekkuna og fær fullt hús. Jón Gesson sýnir hérna flott tilþrif. Fullt hús líka. Gunnar Egils. Fullt hús. Eftir 5. braut. 1. sæti Sigurður Jónsson. 2. sæti er það Gunnar Egils. 3. sæti Helgi Sjö. 4. sæti Gunnar Pétursson og í 5. sæti Sturla Jónsson. Núna fer spennan að stigmagnast. Við erum komin í 7. braut. Það byrjar alltaf svona að myndast meiri spenna þegar líður á keppninar. Það ætla að reyna að veiða eins mörg stig og þið geta. Nú er náttúrulega farin að vera peningar í spilinu, þannig að þetta náttúrulega keyra og þið kannski halda aðeins lengra áfram heldur þið kannski áður gert. Einar Gunnlaugsson glæsilegt með 270 stig og í 7. braut. 1. sæti Sigurður Jónsson, 2. sæti Gunnar Egils, 3. sæti Helgi Sjö, 4. sæti Gunnar Pétursson og í 5. sæti Sturla Jónsson. Þarna fór heggpakningin hjá Gunnari Egils og þar að leiðandi hætti hann í keppni. Það er flott hjá honum. Sturla veður hérna upp. Hann mæti grimmu til leiks, það má segja það. Hann er þarna lallandi. Heldur þarna áfram. Hann fer þarna á rassinn og veltur. Og þar hafið þið það. Því næst Gunnar Egils.
Einar Gunnlaugsson. Glæsilegt þarna. Við sjá, hún er vand með farin þessi brekka. Það var ekkert auðvelt að klúðra henni. Sigurður Jónsson. Hann pikkfesti sig þarna, ekki paránæður. Og eftir 7. braut, Sigurður Jónsson, öðru sæti Gunnar Egilsson, þriðja sæti Helgi Sjött og fjórða sæti Einar Gunnlaugsson. Nú erum við komin í 8. braut sem er tímaþrautin. Þetta er toppurinn, mesta pressan. Þetta séu þið að hann fleytir bílnum í rosalegum halla. Þetta er rosaleg kúnst. Það er gaman að sjá hvernig er vinna á þessu. Hann missir þarna loft úr framdekkinu en hann heldur áfram. Það er ekkert sem stoppar þessa gæja. Þeir ganga á skapinu. Helgi Sjött. Það er þarna létt í þetta. Hann svífur þarna áfram hjá honum. Reyna að vinna sig inn besta tíman. Þetta hefur allt að segja. Þetta er náttúrulega úrslitinn. Næla sér í hvert einasta stig sem þeir geta náðu að krækja sér í. Þetta er alveg glæsilegt og hann stekkur þarna. Glæsilegt hjá Helga. Og þá kemur Sigurður. Flott hjá honum. Hann er alveg að klára þetta. Já, gefur þarna inn. Flott þarna, 250 stig. Og eftir 8. braut í fyrsta sæti Sigurður Jónsson, öðru sæti Helgi Sjött, þriðja sæti Einar Gunnlaugsson, fjórða sæti Gunnar Egilsson og við tókum stutt spjall við hann Sigurð. Til hamingju með sigurinn. Já, takk kærlega fyrir. Áttur einhverjum erfiðleikum í restina? Já, hérna í 5. braut þá kom einhver sprenging í vélinu og sennilega fær stimpurringur eða eitthvað og eftir það þá þorði ég ekkert að nota nítróið eins og ég vildi sko. En það slapp, sparaði vélina, það er eitthvað banki henni núna. Nú frétti að þér í einhverju vélar upptækt fyrir norðan á hún og komst. Já, á miðvikudaginn þá komist við að þér og farnir stimplar í vélinni, fundum svo aðra stimpla notaða sko og settum þá í og þeir bara ekkert þolað þetta álag. Rétt lapp, vitt. Hvernig fannst þér þessar brautir í dag? Mér finnst bara mjög fínar. Og sumar skilur það var hann einn sem bara mjög fáir komist upp og svona. Mér finnst það bara mjög góða. Næsta keppni á að taka hana líka? Já, það verður barist. Nú verður barist sko. Gekk ekkert sérlega vel á Akureyri en þetta hífur þetta upp. Nú verður maður að taka það. Þú keyrði vel í dag og ertu búinn að æfa eitthvað? Nei, ekki að æfa mig. Bara, ég veit það ekki. Góður dagur.